Góðan daginn, Benedikt Steinar Magnússon heiti ég og starfandi námsbrautaformaður í stærðfræði. Við ætlum að kynna fyrir ykkur meistarnám í stærðfræði og tölfræði í dag. Og ef við byrjum á að kíkja á þetta, þá nám í stærðfræði og tölfræði nám þar sem nemendur kynnast grunnrannsóknum í þessum fögum, og það kannski fyrsta skipti af því að í grunnnámi þá kynnast nemendur kannski ekki beint nýjum rannsóknum í stærðfræði eða tölfræði, en í meistarnámi þá kynnast þeir því, og það svona til helminga rannsóknir og rannsóknarverkefni og námskeið. Og tilgangurinn með náminu kannski þessi að tileinka sér þekkingu og skilning á völdu sérsviði og rannsóknum þar. Og það náttúrulega allt gott og gilt að einbeita sér að einu sviði, stærðfræðinnar eða tölfræðinnar, og kynnast þeim tækjum og tólum sem þarf til þess að sinna rannsóknum og leysa verkefni þar. En jafnframt að þá öðlast nemendur færni til þess að leysa flókin stærðfræðileg verkefni. Og það mjög góð söluvara, skulum við segja, þegar út í atvinnulífinu til dæmis, að geta leyst flókin verkefni þar sem koma fyrir stærðfræði og tölfræði og geta beitt réttu tólunum á þessi verkefni. En síðan kannski þriðji punktur líka sá að þetta náttúrulega þjónar sem undirbúningur fyrir doktorsnám annaðhvort í þessum greinum, stærðfræði og tölfræði, eða hugsanlega í tengdum greinum til dæmis í tölvunarfræði eða einhverju slíku. Og ef við skoðum núna aðeins samsetningu námsins, þá þetta eins og flest meistarnám, 120 ECTS-einingar sem eru venjulega 2 ár, og það skiptist yfirleitt til helminga í námskeið og meistaraverkefni sem lýkur þá með ritgerð og meistaraprófsvörn. Námskeiðin geta komið hérna og þaðan í sjálfu sér. Oftast þetta að megninu til námskeið í stærðfræði og tölfræði. Það geta komið úr öðrum deildum, annaðhvort til dæmis deildum sem að tengjast verkefninu eða vera að leysa verkefni í erfðafræði eða slíkt, og þá eru kannski tekið námskeið sem tengjast því, og síðan líka í skiptinámi. Það í sjálfu sér ósköp lítið mál að fara í skiptinám, þá hefur gert á fyrra árinu, og þá tekið námskeið erlendis sem henta verkefninu. Og þetta svona blanda af hefðbundnum námskeiðum og lesnámskeiðum. Við eigum slatta af námskeiðum sem að henta í þetta, og síðan oft útbúin lesnámskeið sem eru sérsniðin kannski að verkefninu. Og ef við snúum okkur nú að inntökuskilyrðunum, að inntökuskilyrðin fyrir meistaranám í stærðfræði BS-próf í stærðfræði, hagnýttri stærðfræði eða skyldum greinum með lágmarkseinkunn 6,5, og þannig það gert ráð fyrir að fólk sé að koma úr grunnnámi þar sem hann lærði mikla stærðfræði. Tölfræðin svolítið sveigjanlegri, og þar gert ráð fyrir BS-prófi eða sambærilegu með meðaleinkunn upp á 6,5 eins og áður, en nemendur þurfa að hafa lokið í fyrra námi sínu inngangsnámskeið í kennilegri tölfræði, línulegri algebru og einvíðri og fjölvíðri stærðfræðigreiningu. Og ef fólk hefur ekki lokið þessum námskeiðum áður að hefur í sínu grunnnámi, þá getur það lokið þeim áður það hefur nám í meistarnámi. En það ekkert það aflegt að bjarga því. Og þannig að þetta gerir til dæmis nemendum sem að hafa lokið BS-próf í hagfræði mögulegt að sækja meistarnám í tölfræði með svona bara mjög og hafa bara fínan undirbúning í það. Lokaverkefnin, sérsviðin sem að í sjálfsög standa til boða hjá okkur eru algebra, basics tölfræði, fléttufræði, grúpufræði, hagnýtt stærðfræði, kennileg eðlisfræði, kennslufræði og kennslufræði og tengd stærðfræði, líkindafræði, strengjafræði, tvinnfærðagreining og tölfræði. Þannig við höfum þarna inni
töluvera breidd og þið sjá að þarna eru greinar sem tengjast eðlisfræði, þannig að það er svona kennileg eðlisfræði, hún á heima hjá okkur. Og þetta er sjálfsér sérsvið þeirra sem starfa við rannsóknir hjá námsbraut í stærðfræði. Þannig að, og hér eru dæmi lokaverkefni, þetta eru lokaverkefni í stærðfræði. Við höfum þarna verkefni á netum og við höfum verkefni í tvinnfallagreiningu, við höfum verkefni í hagnýttri stærðfræði og að lokum verkefni í algebru. Þannig þetta eru bara titlar á ritgerðum sem að nemendur hafa skrifað. Og ef við kíkjum á tölfræðina líka, þá sjáum við 4 verkefni úr tölfræði og þau sem sagt hafa svona hagnýta vinkil oftar en ekki og sjáum við að þau tengjast erfðafræði, veðurfræði og tryggingastarfræði og svoleiðis. Þannig að það eru ýmsar tengingar mögulegar sérstaklega í tölfræðinni. Þannig að og við höfum í sjálfsögðu gott, eigum í góðu samstarfi við fólk í þessum geira, eða geirum sem sjást þarna. En þá er kannski spurning, þegar þið eru búin við námið, hvað ætlið að gera þá? Eins og ég sagði áðan, þá er meistarnám að hluta til það undirbúningur fyrir doktorsnám. Það er svona ákveðið milliskref frá því að vera í grunnnámi, þar sem að fólk tekur meira og minna bara námskeið. Síðan kemur meistarnám sem er svona til helminga rannsóknarverkefni, grunnrannsóknir, nýjar niðurstöður og námskeið og síðan að lokum að doktorsnámið eins og það er uppsett í okkur og flestum öðrum stöðum að þá er það hreint rannsóknarverkefni og fólk tekur yfirleitt fá eða engin námskeið í doktorsnámi. En meistarnámið er góður grunnur alltaf fyrir doktorsnám en það líka gefur tækifæri til þess að starfa svona vítt og breitt í samfélaginu. Það eru tækni- og nýsköpunarfyrirtæki og það eru ógreinni af þeim sem hafa not fyrir starffræðinga og tölfræðinga. Líftæknifyrirtækin, fjármálafyrirtæki, tryggingafyrirtæki, orkufyrirtæki. Þannig að alls staðar það sem kemur fyrir starffræði og tölfræði, þar geta nemendur með meistarnám í starffræði og tölfræði komið að gagni. Ok. En kannski þá er það, af hverju meistarnám við HÍ? Kostirnir eru nokkrir og þá er það kannski stærð háskólans eða smæðan öllu heldur sem að kemur þar inn og það hefur bæði kosti og galla, það verður bara að segja viðurkenna það að það hefur bæði kosti og galla. Kostirnir eru þeir að við getum boðið upp á mjög einstaklingsmiðað nám. Þegar að þið eru búin að finna leiðbeinanda og það er búið að búa til verkefni, að þá er hægt að sníða námið að verkefninu og ykkur. Það er að velja námskeið sem styðja við meistaraverkefnið, ef þau eru ekki til, þá er þetta að búa þau til, sem að þýðir náttúrulega líka það að nemendur eru hugsanlega einir í þeim námskeiðum, það verður að lesa námskeið. Og það er hægt að móta þetta svona að áhugasviði hvers og eins. Og þetta þýðir líka það að nándin við leiðbendur er mikil, að þið hafið hugsanlega skrifstofu bara við hliðina á leiðbendur ykkar og hafið þar alveg gott aðgengi á honum, getið bankað upp á þessum hverjum degi og svona og það náttúrulega hjálpa til að hafa einhvern til að leita til og svona. Þannig að það eru kostirnir við þetta. Og þetta gefur ykkur náttúrulega mjög fjölbreytta möguleika námi loknu. Þið geti haldið áfram í þessum greinum sem ég nefndi eða þið geti líka skiptum, farið í tengda greinar og en það er líka mögulegt, sérstaklega eins og í doktorsnáminu eða bara í atvinnulífinu. Og sem kannski líka þetta að þetta er frekar auðvelt umskipti að koma úr grunnnámi hér
við Háskóla Íslands og farið meistarnám. Þið þekki leiðbeinendur, það er auðvelt fyrir ykkur að velja leiðbeinenda og þið þekki námskeiðin og getið þannig að samfellan úr grunnnámi yfir í meistarnám og hún er sjálfsög mjög góð. Kennarahópurinn hjá okkur, hann hefur margs konar sérsvið og mikla reynslu alþjóðlega og kannski líka það að kennarahópurinn hefur góð tengsl til útlanda. Það sjálfsög skiptir líka máli, bæði ef þið ætla að fara í meistarnám eða doktorsnám seinna og þannig að þið öðlist svona tengslanett út fyrir landi líka. Og við höfum kannski bæta því við að við höfum yfirleitt haft ágætis aðgengi að styrkfé líka sem að auðveldar nemendum til dæmis að komast til útlanda á ráðstefnur eða sækja námskeið eða þess háttar. Þannig að það hjálpar líka til. Okay. Og að lokum að ef þið hafa einhverjar spurningar þá getið þið beint þeim annarkvort til mín og þarna sjáu þið netfangið mitt eða ef þið kannski frekar ef þið hugsa tölfræðina þá er gáfulegra að tala við Gunnar Stefánsson og eða ef þið það er líka náttúrulega bara skynsamlegt að hafa beint samband við kennarinn á námsbrautarinnar sem er á sérsviði sem ykkur líst vel á og þið hafa áhuga að vinna með. Og ef þið farið inn á þessa síðu math.hi.is þá finnið þið þar lista yfir starfsmenn og sérsvið þeirra og sjáu líka svona hvað við erum að gera dagsdaglega, fyrirlestrar sem við erum að halda og svona önnur virkni innan starffræðinnar, tölfræðinnar. Síðan náttúrulega bara nánari upplýsingar inn á netspjallinu á hi.is eða hafa samband við nemendaþjónustuna. Þá er það komið síðan að segja. Takk fyrir.